Já, þegar stórt spurt. Þegar ég keypti mína fyrstu íbúð 96, þá var hægt að velja fullt af lánaafurðum. 40 ára verðtryggt hjá Íbúðalánasjóði. Mögulega voru lífeyrissjóðirnir með eitthvað en ég var nýkomin úr háskóla og hafði ekki réttindi. Í dag getur þú valið verðtryggt, óverðtryggt, þú getur valið fasta breytilega vexti og lánalengdina. Það sem ég ráðlegg öllum, hvort sem eru að endurfjármagna eða að taka ný íbúðalán, að fara inn á Aurbjörg og bera saman lánveitendur og lánaafurðir. Ég ákvað að leika mér aðeins og ég fór inn á reiknivélan hjá Arion banka og sló inn að ég þurfti að taka 40 ára lán. Og þar kemur ljós að 40 ára óverðtryggt lán með greiðslubyrði upp á tæplega 300.000 og verðtryggða lánið þú getur fengið max 25 ára. Og ég fór að skoða hvað gerist ef ég tek bara greiðslubyrði í verðtryggða láninu eins og óverðtryggða láninu. Þá fór lánið mitt niður í 14 ár. Og allt í einu var endurgreiðslubyrði á láninu, verðtryggða láninu til 14 ára 20 milljóna lægri en óverðtryggða. Ég ekki fjármálaráðgjafi, ég tek það skýrt fram. En ef þú gefur þér góðan tíma til að skoða lánin, þá getur þú sparað 10 milljóna yfir ævina. Kíktu á þetta.